sterkar minningar þér þegar við erum, þú veist, mér líður eins og við séum bæði á partíu, þú veist, ég og systkini mín, þú, Gummi og Manni, það er hérna, Ingi kann ekki verið á tökjum, og þú, mér veist, alveg þegar að reyka sögða, þú ert að hlæja eins og algjör norn. Og við erum bara, þú veist, hvaða fucking norn að þetta ekki? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her into your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hate you, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For now you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's you, hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your skin. Then you begin to make it better. Hey Jude, hey Jude, eruð þið með? Haldið með hendur á loft. Ég heyri ekki ykkur.
Nú eru öll orðin heit og getið byrjað þetta. Gangi ykkur vel. Bjóðið velkomin kynna kvöldsins, Kristján Helgi, Kristjana Freydís og Lúðvík Ragnar. Gott kvöld, góðu gestir og verið vel... Býta aðeins. Ég var að hugsa, fyrst að við vorum inn á sviðinu, ef við ekki að leyfa Krissa litla að byrja þessa keppni? Jú, það ekki. Jú, gerðu það. Já, takk Lúli. Og sigurvegari tónlistar... Nei, wow! Já, þetta blað, ekki hitt. Gott kvöld, Já. góði gestir og verið velkomin á Tónkvíl 2020! Keppnin mun fara fram með svipuðu sniði og undanfarin ár, en hér í kvöld mun fara fram grunn- og framhaldsskóla keppni. Og ekki nóg með það, heldur þetta hvorki meira en minna en 15. skipti sem við höldum þessa stórmögnuðu keppni. Já, og er ekki Magni að koma fram eftir liða? Jú, mikið rétt. En svo fyrir ég náttúrulega að pæla, Krissi. Fyrst þú ert nýr hérna á Norðurlandinu, þekkir eitthvað til á svæðinu? Nei, mjög lítið sko. Þurfum við ekki bara að fara yfir það, Lúli? Ég held það. Er ekki einhver hérna frá Húsavík? Hvað með heimamenn úr Þingersveit? Svo er ég búinn að heyra með eitthvað Botnafjörð. Já. Er einhver hérna á Botnafjörð að það? Má ég segja heyri ykkur allir saman? Vá, hver að þetta hafa unnið? Vistu, ég veit það ekki. Þau stóðu svo allt glæsilega og við erum svo ótrúlega þakklátt að þið eru hérna með okkur í kvöld. En keppendur kvöldsins eru... Frá framhaldsskólanum á Laugum, Elisabeth Katarína, Jóhanna Lilja, Júlíus Örn, Kristjana Freydís, Lúðvík Ragnar. Frá Borgarhólsskóla, Ester Eva, Hafdís Inga, Sigrún Anna. Frá Reykjahlíðarskóla, Arna Þóra, Kristján Snær, Margrét Ósk, Ólöf Kristín. Frá Stórutjarnaskóla, Eyhildur Ragnarsdóttir. Frá Þingeyjarskóla, Arney Dagmar. Frá Öxarfjarðarskóla, Dagbjört Nótt. Undirbúningur og framkvæmd keppninnar er hluti af náminu hér á Laugum og nemendur fá einingar fyrir vinnu sína. Nemendur sjáum að breyta íþróttahúsin okkar í þennan glæsilega tónleikahöll og sjáum bara allt sem þar kemur að. Til dæmis semja þetta handrit, semja við styrktaraðila, setja upp þetta frábæra græna herbyggi, setja upp allan tæknibúnað og taka á móti grunnskólakeppendum. Það er þó eitt sem við hér í framhaldsskólanum Laugunum treystum okkur ekki til að gera og það er að velja sigurvegara kvöldsins. Og til þess höfum við fengið okkar 3 fyrstaflokks dómara til að leysa það verkefni fyrir okkur. Það eru þau. Jenny Lára. Steppi Jak. Og Píret Pæsar, gefum gott klapp. Eigum við þá ekki bara kíkja á fyrsta atriði kvöldsins? Já, ég held það. Og... Ég heiti Ólöf og ég er í Reykjahlíðarskóla. Ég ætla að syngja Do You Say My Name eftir Matt Sado.
væri til ég að kunna spila á píanó. Já, ég hef tekið þátt í tónveistlunni. Nei, ég get ekki blístrað. En það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna er að horfa á símann minn. Lag númer 1. Do You Say My Name, Ólöf Kristín. Started straight at the wall, flipping my pillow, making sense of it all. I will call you, but it's weird where you are. I'll go thousands of miles, I'll drive you out of my heart. Why you the one that make me cry tonight? Do you say my name while you fall asleep? When you close your eyes, do you think I'm near? 'Cause when I say her name, I get the wildest strength. Do you feel the same? Do you say my name? Like in Brooklyn, on a fire escape, counting the cars on all the greatest mistake. That was different, that was like a galay. I can carry the memories while I'm making my way. Why you the one that made me cry tonight? Do you say my name while you fall asleep? When you close your eyes, do you think I'm there? 'Cause when I say her name, I get the wildest thing. Do you feel the same? Do you say my name? I don't wanna give myself away, but no, no one will love me like you do. Why you the one that make me cry tonight? Do you say my name while you fall asleep? When you close your eyes, do you think I'm there? 'Cause when I say your name, I get the wildest strength. Do you feel the same? Do you say my name? Do you feel the same? Do you say my name? Do you feel the same? Do you say my name? Mikið svakalega var þetta flott hjá henni, maður. Já, þetta var alveg glæsilegt. Rosa flott. Já, það greinilega eitthvað tækniversinn hjá strákunum, en við kíktum nú í Sparisjóðinn daginn. Ef við ekki bara kíkja hvernig það gekk? Hvað? Ekki alltaf lægið eða? Eiginlega ekki, sko. Nei, oi, hvað? Það sýnast þig, hvað það er? Svo hvað tekur við mann allan daginn í Sparisjóðnum? Vá, maður. Herri, ég ætla að koma hingað. Já. Góðan daginn.
heiti Kristína Freydís og ég er að taka lagið Cowboy Casanova eftir Carrie Underwood. Ég væri helst til í að fara í frí til bara Hawaii eða eitthvað bara sól. Uppáhaldsteiknimyndin mín er glómagnaða. Ég hef verið að syngja bara síðan mann eftir mér. Ég veit ekki alveg, það er engin svona ákveðin punktur held ég síðan ég byrjaði. Klárlega fyrst sem ég geri þegar ég vakna er að fara að pissa. Ef ég mætti koma fram með einhverjum ákveðnum söngvara þá held ég að veri Salka Sól. Elskar Salku. Lag númer 2. Cowboy Casanova. Kristjana Freydís. Oh
heiti Margrét Ósk og ég í Reykjavíkurskóla. Ég ætla að taka lagið Rómeó og Júlía með Bubba Morthens. Ég myndi helst vilja fara í frí á Hawaii. Hendurnar mín eru ekki jafn stórar. Ég byrjaði að syngja fyrir svona 1 eða 2 árum. Uppáhaldsteiknimyndin mín er örugglega bara Tangled. Það besta við að taka þátt í tónkeppninni er örugglega bara allir spilagaldrarnir sem að Júlli kenndi mér. Lag númer 3, Rómeó og Júlía, Margrét Ósk. Upp í risinu sérðu lítið ljós, heitjörtu fölnuð rós. Mataleifar boginn skeið undan oddinu samviskans veið. Þau trúðu á drauma, myrkrið svalt, draumarnir tilbáðu þau. Fingurnir gældu við stálið kalt, lífsnöggvan dælan sög. Draumarnir langir runnu í eitt, dofin þau fylgdu með. Sprautan var lífið með henni gat breytt, því sem átti eftir að ske. Upp í risinu lágu og ósinn vef, óttan þræddi báðráð. Ekkert gat skeð því það var ekkert ef vel var að gáð. Hittust á laumleik í friði og ró, í skugganum sat Talía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið svalt. Draumarnir tilbáðu þau. Rómeó, Júlía. Rómeó, Júlía. Þegar kaldir vindar hausins blása, naprir göturnar, sérðu Júlíu standa, bjóða sig hása í vonum lifi æðarnar. Því Rómeó villtist inn á annað svið, hans hlutverk gekk ekki þar. Og stór skammtur stytti þá biðinn á klósett á óþekktum bar. Hittust á laumleik í friði og ró, í skugganum sat Talía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið. svar.
Takk fyrir mig. Það var seint kvöld. Það var afar seint kvöld. Já, kannski ekki svo seint kvöld. Ég meina, klukkan var ekki einu sinni 8. Að Lúðvík Rögnvalds, nei, ég meina Lúðvík Ragnar, gekk inn á sviðið. Bráðmyndarlegur flottur drengur, hetjan á svæðinu og sá allra bestasti. Fallegustu augu sem nokkur manneski hefur séð, hávaxnar en Hafþór Júlíus og með nettasta skegg í heimi. Frábærasti, bestasti, flottasti, guðdómlegasti. Býtu, skrifaði þú þetta ekki sjálfur eða? Þetta eru bara 4 blaðsíður þig. Hvað það? Ég nenni þess ekki. Var ekki einhver annar hérna? Já, já. Svo heyrðist hávært stapp. Það var Krissi litli. Smávaxinn drengur sem gat varla gert nokkurn hlut rétt. Er þetta allt sem hann fær? Bara ein lína? Jesús, Lúlli, viltu ekki dempa egóið aðeins niður? Ha? Já, nákvæmlega. Ég er ekki svona gagnslaus og ég er ekki lítill. Kristján, þetta er útvarpsleikrit. Ef að sögumæður segir þú sért lítill, þá ertu lítill! Ok. En Lúlli, þú ert alveg frekar vanur tónhvíslunni, eða ekki? Já, þetta er í fyrsta skipti sem ég kem persónulega að henni, en ég hef mætt á hver einustu keppni síðan, 2012 held ég. En sko, ég var að pæla, ég hef aldrei séð hann áður og ég hef verið að fylgjast með þessu frábæra fólki, koma fram. Og ég var að spökulera sko með þess. Hvað varst þú að spökulera? Ég var að spökulera sko hvað spökulera Hvað? Spökulera hvað fólkið er sem stendur alltaf við aftan krakkana. Krissi! Ónat! Við fórum yfir þetta í gær. Þetta er frábæra hljómsveitin okkar Sexy Kompu. Sestu bara niður og við skulum fara yfir þetta. Já. Á hljómborðið er ung stelpa frá Vopnafirði sem mætti í Lauga með stæla. Hún kann ekki fingrasetninguna en hún kann sko að spila á hljómborð. Þetta er engin önnur en Bergþóra Marín Sveinsdóttir! Á fyrri rafmagnsgítarinn er heimamaður. Hann er á sínu fyrsta ári í framhaldsskólanum Laugum og hann tók meira þess að þátt í grunnskólakeppni í fyrra. Þetta er valtarinn Hilmar Örn Sævarsson! Næstur er trommuleikarinn okkar. Hann vildi reyndar ekkert vera hérna í kvöld, en Hnikar skipa honum að vera hérna og eins og allir laugunum að vita þá gerir maður það sem Hnikar segir. Þetta er engin annar en Haraldur Björnsson! Á kassagítar erum við komið með yngsta nemandann á Laugaskóla. Við flugum henni beint inn frá Þýskalandi og ekki nóg með það þá er hún líka reiðbrennandi í latínu. Dansist Fräulein Elisabeth Katharina! Þetta er heimamaður, 1000 tela smiður, aldursfossetinn sjálfur. 4 strengir voru ekki nóg fyrir hann, svo hann fekk sér 5 strengja bossa. Trúið þessu, þetta er engin annar en kókurinn sjálfur, Víðir Pétursson! Og síðast, en sko ekki allra síst, þá erum við aðalpiltinn úr aðaldalnum. Við fengum hann þetta lánaðan úr Emma fyrir kvöldið
En ég get sagt ykkur það, hann spilar jafnvel á gítar og hann spilar á skvísurnar á Akureyri. Þetta kvennagullið, Þráinn Maríus Bjarnason! Jæja, Krissi minn, heldur þú söfnun á þessu? Já, en hvaða stelpur voru þarna sem voru þarna? Já. Þetta eru aðal skvísurnar okkar sem við fengum lánaði fyrir kvöldið. Bakrætinnar, þær Birta Eir, Anna Birta og Jónína Freyja. Skulum líka gefa þeim gott klapp. Ok, já, ég held að ég sé bara búinn að ná þessu, sko. Geggjað. Er það ekki bara að kíkja í næsta keppanda? Bara flott. Ég heiti Jóhanna Lilja og ég ætla að taka Rolling in the Deep með Adele. Ég byrjaði að syngja á leikskólaaldri, með þess að fyrir það. Ég myndi helst vilja fara til Spánar í frí. Það besta við að taka þátt í tónlistinni er bara reynslan. Það besta af sjálfum mig, ég myndi segja brosið. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, just bring me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out in the alley, you'll see big. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, just bring me out the dark. The scars of your love remind me of us, to keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless, I can't help. We could have had it all. Never have met me. Rolling in the deep. You had my heart aside. Never have met me. But you paid it to the beat. Rolling in the deep. Baby, I have no story to be told, but I feel one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the dizzy of despair, making a home down there, as much and won't be shared. The scars of your love remind me of us, to keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Never have met me. Rolling in the deep. You had my heart aside. Never have met me. But you paid it to the beat. Could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart aside. Never have met me. But you paid it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessing to find what you live for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and riches what you sow. I'm gonna wish you never have met me. We could have had it all. Rolling in the deep. We could have had it all. I'm gonna wish you never have met me. It all, it all, it all. We could have
Ég heiti Dagbjört Nótt Jónsdóttir og er í Öxarfjarðarskóla. Ég ætla að taka lagið Sound of Silence. Ég hef alltaf elskað að syngja en ég byrjaði ekki að æfa söng fyrr en ég var í 5. bekk. Ég myndi fara til Frakklands ef ég fengi að fara í frí. Það væri gaman að koma fram með Sölkusól. Það besta við að taka þátt í tónlistinni er bara, þetta er bara ofboðslega gaman og bara mikil upplifun. Lag númer 5, Sound of Silence, Dagbjört Nótt. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bought and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on our subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Hér. Jæja, nú er ég kominn með Magna. Sæll og ertu velkominn á tónlistina. Þakka þér fyrir.
Herri, ég ætla að byrja því að þakka kærlega fyrir að hlaupa í skarðið fyrir Múkisson og svona stuttum fyrirvara. Já, býttu þá til í búinn. En hvað í gangi hjá þér, svona tónlistalega séð? Herðu, ég að reka tónlistaskóla á Akureyri sem heitir Tónræktin og þar einhverjir 160 nemendur að læra að vera popparar. Síðan ég alltaf að reyna að búa til bara lög og plötur og ég rosalega lélegur í því, sko. Ég var að reyna að finna lag sem 30 ára gamalt og við munum ekki hver það var sem var að taka upp. Ömurlegur árangur, en þú veist, það samt eitthvað svona, alltaf eitthvað að gerast, sko. Geggjað. En tókst þú ekki þátt í söngkeppni framhaldsskólana? Þetta var óþarfi. Ég búinn að taka þátt í söngkeppni framhaldsskólana 3 svar, en sko einu sinni bakrödd, það telst ekki með. Ok, en byrju, hvenær var það? Það var einhvern tíðan fyrir gemsana, það var 95, 6... 96 kannski? Já, 6 og 7. Já, ef við kannski að kíkja á myndbrot Nei, anskotin! Hann heitir Guðmundur Magni Ásgeirsson og 18 ára. Gerðu ekki að selma frekar. Smá munur á hárinu, ha? Já, sko, takt eftir hvað ég töff þarna, það bilaði gítarinn minn, sko. Og mér var alveg sama, sko. Þannig að anskotin. Good times. Alveg eins og ég gamla. Alveg eins. Ég veit ekki hvað það sjá. Hæ. Já. En smá pæling, hafðir einhvern tímann heyrt Tungvíslana áður? Já, ég búinn að fylgjast með þessu marga og þetta ángríns, þetta langflottasta production hjá bara framhaldsskóla á Íslandi. Bara gefið þið sjálfum ykkur gott klapp, þetta klikkað, sko. Yes, herru, takk kærlega fyrir. Við bíðum bara spennt eftir að sjá þig stíga á stokkvættir. Stórkostlegt. Geggjað. Ég heiti Lúðvík Ragnar Friðriksson og ég ætla að syngja Hot Blood með Kaleo. Já, mér langar rosalega mikið að fara til Grikklands. Besta við mig, ég mjög góður að elda. Vissi ekki á morgnana að opna augun, fara fram úr. Ég hef verið að syngja bara meira og minna allt mitt líf. Lag númer 6, Hot Blood, Lúðvík Ragnar. Turn your back, you're a broken mind. You come around, I'm just dying to shake your hand. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't over about the stars of your eyes. Our blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away. Keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't over about the stars of your eyes. Hot blood love is gonna get you. Get up and get up and get up again. Sing, get up and get
get up while you can. Now you get up and get up and get up again. Oh Lord, hey Lord. My head I see color. Holding your light above me now. Never run down, never run down. Hot blood, hot blood, hot blood, hot blood. Then you get up and get up and get up again. Say get up and get up while you can. Get up and get up and get up again. Tack alla för mig. Ég heiti Júlíus Örn og ég að syngja You Make Me Feel So Young með Frank Sinatra. Já, ég myndi helst vilja fara í frí til Bangkoks í Tælandi. Uppáhaldsteknímyndin mín, eða þættirnir eru örugglega Family Guy. Það besta að taka þetta í tókvísinni ég veit það ekki, að koma yfir eitthvað stress eða eitthvað, ég veit það ekki. Lag númer 7, You Make Me Feel So Young, Júlíus. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of dots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You
make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Oh, you make me feel so young. Oh, you make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Hvað allir vorum allar strákana? Ég allt í norðin ein hérna. Róba. Nú getum við verið eins. Hvað ertu að tala Af hverju erum við ekki eins? Já, sjáðu sko, sjáðu. Það stendur hérna Daniel hleypur inn í kjól. Oh my god. Heitir þú Daniel eða? Nei, en ég hélt að væri svona kynnanafni mitt eða eitthvað. Krissi, þetta spjald frá því í fyrra. Hrafnhildur í salnum sko. Viltu ekki bara fara og skipta föt eða eitthvað? Ég svo hrifinn af kjólnum. Farðu og skiptu? Nei, ég vil það ekki. Þetta geggjaður kjól. Jæja, talandi í fyrra. Já. Hvað sér, ef við ekki bara kíkja á siguratriði frá því fyrra? Það geggjuð hugmynd. Ég held það. Kynnið bara velkomna á svið. Sigurlagið frá því fyrra. Þetta lagið Piece by Piece. Já, eins og Kristjana var að reyna að segja. Já, þetta lagið Piece by Piece eftir með Margréti Ingu. Bjóð hana velkomna á svið. And all I remember is your back, walking towards the airport, leaving us all in your past. I traveled 1,500 miles to see you. I bet you don't want me, but you didn't want to. But piece by piece, you collected me above the ground with you in bending things. Piece by piece, you fill the holes that you burn in me at 6 years old. And you know he never walks away, he never asks for money, he takes care of me, he loves me. Piece by piece, he restored my faith that a man can be kind and a father could stay. And all of your words fall flat. I made something of myself, and now you wanna come back. But your love, it isn't free, it has to be earned. Back then I didn't have anything you needed, so I was worthless. But piece by piece, he collected me above the ground with you in bended things. Piece by piece, he filled the holes that you burn in me at 6 years old. And you know he never walks away, he never asks for money, he takes care of me, 'cause he loves me. Piece by piece, he restored my faith that a man
can be kind, and the father should be great. Takk fyrir. Vá, þetta var ekkert smá flott hjá henni. Já, ég er bara ekkert hissa að hún hafi unnið í fyrra, sko. Nei, alls ekki. Hérna, við langar að byrja bara að hrósa þér enn og aftur fyrir frábæran flutning. Og, þú veist, hefur eitthvað svona standið upp úr sem þú hefur gert síðan og síðustu tónquist? Ég verði nota all gjafabréfin sem ég fekk í verðlaun. Geggjað, ég var að nýta vinningana. Eitthvað fleira? Bara lífið? Já, eiginlega. Það er ekkert mikið, sko. Ég skilji. Já, ég var nú bara meira að minna veltaði fyrir, svona í þínu daglega lífi. Hvernig hefur það að sigra tónquistlina bara haft áhrif? Það er meira svona kjark til að hafa að koma fram og það er meira svona, já, að trúa sjálfan sig, að geta gert eitthvað. Ok, geggjað. Herðu, ein svolítið svona persónuleg spurning, þú veist, ekki vera hrædd að svara, skilur, þetta er alltaf læg, við skiljum alveg, en hérna, hvað er uppáhaldsliturinn? Ok, let's go, come on! Herri, stoppið! Hvað ert þú eiginlega að gera? Heyri ekki af þau? Ok, sko, þið fengu bæði að syngja, og ég fekk ekki, og mér langar líka. Sko, við ætlum ekki alveg að stela handritinu frá því fyrra, sko. Já, þú veist, ok, ég var ekkert inn í fyrra, ég hef aldrei séð þetta áður einu sinni. Æ, Krissi, slakaðu bara á, við skulum bara, ef ekki bara alltaf taka hlé núna? Jú, tökum hlé, það er góð hugmynd, frábær hugmynd. Ég er líka að fara að tala við Benna, það er alltaf eitthvað vesen með mækana okkar. Þau eru alltaf að kötta út og, þú veist, það bara heyrist ekkert í okkur. Já, ég er þetta alveg orðið frekar svangur, sko. Hvað get ég fengið snakk? Herri, það er einmitt sjoppa hérna frammi sem bara allir geta kíkt í og fengið sér aðeins smá snarl. Já, ef við ekki bara hittast hérna aftur eftir, hvað er það að segja, 20 mínútur? Yes, geggjað.
Já, eftir að peppargrauta smá. Herri, verið velkomin aftur og nú vil ég heyra almennilega í ykkur! Mér heyrist sko allir verið í stuði. En hérna, hefur nokkur séð Krissa litla nýlega? Já. Hvað? Sko, ég fór inn í klefa á hann í hlénu og hann labbaði fram hjá spegli. Nei, Jú, og hann búinn að standa þar núna bara síðan hléð byrjaði að stara á sjálfan sig. Býtu, hvað hérna, akkur var enginn að passa hann? Vorum við ekki með manneskju í þessu? Hvar er hún? Ég bara veit það ekki. En ég meina, ég skil hann reyndar alveg. Þessi jakkaföt frá Joe's eru gorgeous, sko. Það eru sjúlu, sko. Já. En hérna, ég ætla að hlaupa og kíkja hvort ég finn ekki strákinn. Já, sko, við verðum að fara að byrja. Hléðið er bara átt að vera löngu búið, sko. Já, ég fann að hafa smá Við verðum að byrja þetta bara áhyggjur af aðeins núna. Krissa, ég fann hann. Ok, geggja. Hvað hérna, ætlaði þú bara að vera í burtu allt sjóið, eða? Þú veist. Ertu að grínast það? Sjá hvað er flottur. Já, þú ert alveg súllaflottur. Hvað hérna, áttu ekki línu? Benni, hvað er í gangi? Akkur er þau alltaf köttast út? Mér finnst þú bara að vera langflottastur. Já, við verðum vist að halda áfram með sjóið og það má ekki vist allt sviðsljósi vera mér þannig að þú mátt endilega kötta þeim aftur inn bara. Ok. Ok, takk. Hversu rút? Ef ekki bara kikið næsta atriðið, eða? Ég heiti Hafdís Inga og ég er úr Borgarholtsskóla. Ég ætla að syngja Drowning Shadows með Sam Smith. Ég hef bara alltaf verið syngjandi einhvern veginn. Ég væri til í að kunna spila á píanó. Uppáhaldsteiknimyndin mín er Garðablóð. Fyrsta sem ég gerir þegar ég vakna á morgnana, ég fer aftur að sofa. Það besta við mig er, ég er jákvæð. Lag númer 8, Drowning Shadow, Hafdís Inga. Running around, chasing hearts, chasing bodies to fix the parts. I don't know how I reached this place, so far from heaven, so far from grace. Am I wrong to give in to the pressure? 'Cause I feel like the city's got the better of me. Oh, this casual love isn't what it seems. And I try to imagine something closer and somebody who is good for me. I'm so tired of all this searching. Do I go to nothing or stay out for more? Give in to someone or lock down my door? Or drown in all my shadows, drown them like before? I'm drowning shadows once more. The more I drink, the more I drown. If I'm not thinking, I won't get down. The more I rise above it all,
about the fall. Am I wrong to give in to the pressure? 'Cause I feel like the city's got the better of me. Oh, this casual love isn't what it seems. And I'll try to imagine something closer and somebody who is good for me. I'm so tired of all this searching. Do I go home to nothing or stay out for more? Give in to someone or lock down my door? Or drown in all my shadows, drown them like before. I'm drowning shadows once more. Once more. Once more. Go home to nothing or stay out for more. Give in to someone or lock down my door. Or drown in all my shadows, drown them like before. I'm drowning shadows once more. Takk fyrir. Ég heiti Arna Þóra og ég er í Reykjahlíðaskóla. Ég ætla að syngja Dreamer með Ozzy Osbourne. Ég væri helst til að fara í frí til Bandaríkjanna því það er svo rosalega mikið að sjá þarna. Ég held að appið sem ég nota mest hlýtur að vera Snapchat. Ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á að syngja. Pabbi minn er mjög mikill tónlistarmaður og ég söng alltaf með honum þegar hann spilaði. Lag númer 9, Dreamer, Arna Þóra. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a dreamer who dreams of better days. I watch the sun go down like every one of us. I'm hoping that the dawn will bring a sign, a better place for those who will come after us this time. I'm just a dreamer, I dream my life
as one? When will all this anger, hate, and bigotry be gone? I'm just a dreamer, I dream my life away today. I'm just a dreamer, I dream of better days. Okay, I'm just a dreamer who's searching for the way. Okay, I'm just a dreamer, I'm dreaming my life away. Oh yeah, yeah, yeah. Takk fyrir mig. Heyrðu, strákarnir voru að hegða sér eitthvað skringilega síðustu helgi og ég veit ekki hvað var í gangi. Þannig að ég fór að spyrjast og komst að þeir voru að fara í jarðböðin. Þannig að ég ákvað að hringi þetta yndislega starfsfólk og biðið að hafa augun opin og viti menn, þetta er það sem þau sendu mér. Ég veit að jarðböðin eru afslappandi en óþarf að sofna samt. Vá, hvað þetta var ekkert smá afslappandi, maður. Bara, þú veist, kannski aðeins of afslappandi, eða? Æ, sorry, Krissi minn. En veist þú eitthvað hvar hún Kristjana er? Ég hef ekki séð hana, sko. Jú, aðeins, hún var eitthvað fram að gangi á hann, held ég. Gangi? Hlynur, ertu ekki með kamera þarna til að tjekka á þessu fyrir okkur? Ertu ekki með fleiri kamera þá? Ó. Æ. Hvað ertu eiginlega að gera þarna? Mér langaði bara svo ótrúlega að kíkja út í OB-bíl. Hvað er það? Sko, OB þýðir Outside Broadcasting og þeir eru að sjá að taka upp keppnina. Ekki dett í stiganum. Sælir félagar. Hvað segið þið? Sæll, heiti Kristína. Gaman að hitta þið. Heiðu, komið aðeins lengra. Sælir, hvað segið þið? Nei, þetta er hann Nonni, hann er í skólanum. Vá, hvað þetta er merkilegt maður. Heiðu, takk fyrir mig bara. Eigum við ekki bara að fara í næsta keppanda? Hvað heitir þennan? Hvað heitir þennan? Þennan? Hvað heitir þennan?
Og þetta þennan? En þennan? 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 Já. Ég heiti Ester Eva og ég er í Borgarráðsskóla. Ég ætla að syngja What's Up með Four Non Blondies. Það besta við mig myndi örugglega vera húmorinn. Ég er örugglega bara á Instagram eða Pinterest til þess að drepa tímann, sko. Það fyrsta sem ég ger á morgnana er að líta á snús. Að fá að koma fram. Það er það besta. Lag númer 10. What's Up? Ester Eva. And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so just to get it all out, what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on?
to get up that great big hill of hope for a destination. Takk fyrir. Ég heiti Sigurnóra Bjarnadóttir og ég er frá Borgarskóla. Ég myndi vilja fara helst fyrir að fara frí til Bali. Ég get til að dreifa tíma eiginlega bara vera í símanum, sko. Ég væri til að kunna spila á píanó. Það besta við að taka þátt í tónlistinni er bara félagsskapurinn. Lag númer 11, Lay Me Down, Sigrún Anna. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. Tonight, this emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling so overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? It makes you alright. I'll take care of you. I don't wanna be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? Oh, this hurt that I've been through. I'm missing you like crazy. Yeah. Can I lay by your side next to you? I'll take care of you. I don't wanna be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side? I'll take next to you. Og hér er ég komið með hann Stefán Jakobsson. Það flestir þekkja hann sem Stebba Jak, en hann gengur líka undir listamannanafninu Jak. Þetta er rosalega mikið eitthvað. Hvað segir, hvað er búin að finnast hingað til? Þetta er bara stórkostlegt og bara gaman að vera með og
þetta verður erfitt, ég veit það núna. Já. Hvað þú varst hérna í skóla bak í Denver, það ekki? Jú, það eru 24 ár síðan. Já, það eru fleiri ár en ég er búinn að lifa. En heldur að skólinn hafi nú ekki breyst eitthvað lítið síðan þá? Það eru sumir hlutir sem hafa breyst en góðu hlutirnir hafa haldist. Það er búið að bæta úr til dæmis lyktin í mötuneytinu. Hún er betri núna. Það var kominn tími á hann græna dúk. Og en eins og ég segi, það er búið að bæta skólinn, ég held að það sé betri núna en það var. Samt var hann fjandi góður þá. Þannig að þú ert bara að hrósa Bjössa fyrir vel unnið störf? Bjössi á mikið hróskili fyrir vel unnið störf og þetta er stórkostlegur skóli. Það er gott að heyra. En svo hef ég hins vegar verið að forvitnast. Hefur eitthvað verið að fylgjast með söngvakeppni sjónvarpsins? Voða lítið. Voða lítið, en samt eitthvað smá, eða ekki? Bara það sem ég þarf og við erum sem keppandi í þessari keppni, þá erum við alltaf í einhverjum viðtölum hvað er að fara að gerast næst. Þannig við missum einhvern veginn alltaf af því sem er að gerast í núinu. Já, þannig að þú ert mjög lítið í þessari núvitund sem allir eru að tala um. Það er ekki neitt, sko. Nei, herri, það er alltaf leið. Þá held ég að þú ætti bara að fara að fá þig sæti og gefum bara Stebba gott klapp. Takk fyrir mig. Og þá held ég nú að sé bara komið tími á næsta póstkort. Ég heiti Kristján Snær. Ég ætla að taka Blakkur með Helga Björns. Ég myndi helst vilja fara til Flórida í frí. Uppáhaldsteiknimyndi mín er örugglega bara gömlu góðu Tom og Jenny. Ég nota örugglega YouTube mest í símanum mínum. Ég byrjaði að syngja þegar við vorum að keyra út í hesthús með pabba, bara ég eða besta við mig. Lag númer 12, Blakkur, Kristján Snær. Fyrir viku síðan vetranóttin ríkti ljóð og sá það standa Blakminn brúna í bleikri þorra mánans gló. Svo reist hann allt í einu öfur með opinn flippa og hneggjaði hátt og tók sér stokk með strok í augu og stefndi heim í norður átt. Sú leið erfið, gamli garpur, þú getur ei sigrað þau rein fjöll, þó stælt sé þín bringa og fætur fimir þín fræða saga senn er öll á grýttum eldar sem geisa stormur með
klakkaða nasi og sprungin nóg. Þú skildir mig eina eftir blakkur, nú engin vinur dvelst mér hjá og engin lustar á mitt elliraus æsku stöðvan þar norður frá, en í brjósti mínu býr erðarleysi, veikur og magna sína glóð. Mitt úlfgráa höfuð átt ég reisi og eld í norður í þinna slóð. So my name's Elizabeth, and I'm gonna sing Fucking Perfect from Pink, which is one of my favorite songs. My dad always plays guitar and sings, so I sort of just started singing all the time. And I've had classical lessons for a year. I don't know, there's many places that I want to see at least. It's pretty hard for me to decide where I would want to settle down finally, but probably somewhere in the US or in Europe. If I could perform with one artist, that would definitely be Pink, because she just has this fantastic energy and she loves being on stage. Lag númer 13, Fucking Perfect, Elisabeth. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, no way it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing, underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel
so I swallow the fear. The only thing I should be drinking is ice cold beer. So cool and light, and we try, but we try too hard. It's a waste of my time. I'm looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do we do that? Why do I do that? Yeah! You're perfect. You're perfect. Pretty, pretty please. If you ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty please. Don't you ever feel like you're nothing. You are perfect to me. You're perfect. You're perfect. Pretty, pretty please. Don't you ever feel like you're nothing. You are perfect to me. Lúli, ég var að spá. Hvar fengum við allt þetta tækni dót? Herri, þetta kemur allt beint frá Exton. Ok. Þetta er örugglega rosalega dýrt, sko. Já, þetta kostar sko marga peninga. Ég á marga peninga, sko. Þú átt sko ekki svona marga peninga. Ok. En Kristína, ert þú nokkuð frá Vopnafjarðarhreppi? Nei, ég er hérna á Þingeyjarsveit. Já, ok. Ertu kannski í kvenfélagi Aðaldæla? Nei, ég er reyndar ekki þar. Óbein, ég veit það sé mjög gaman. Þú veist, hvað er ekki gaman í skólanum? Framhaldsskólanum á Laugum, eða? Jú, það er geggjað. Já, það er gott. Já, það er svo sannlega gott að vera í sveitinni. En eigum við kannski ekki bara að kíkja á næsta keppanda? Herri, já. Hver er næstur? Herru, horfðu bara. Ég heiti Eyhildur Ragnarsdóttir og ég er í Stórutjarnaskóla. Ég ætla að syngja Little Do You Know. Ég myndi helst vilja fara í frí á Hawaii. Uppáhalds teiknimyndir mín er Powerpuff Girls. Ég nota mest Instagram. Ég byrjaði að syngja þegar ég var 10 ára. Lag númer 14, Little Do You Know, Eyhildur. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to make myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. I've been holding back for the fear that you might change your mind. I'm ready to forgive you, but forgetting is a harder fight. Little do you know I need a little more time. I'll wait, I'll wait. I love you like you've never felt the pain. I'll wait, I promise you don't have to be afraid. I'll wait, love is here and here to
Little do you know I love you till the sun dies. Ég heiti Arni Dagmar og ég í Þingeyjarskóla. Ég ætla að syngja Halleluja. Ég byrjaði að syngja í 7. bekk. Já, hendur mínar eru jafn stórar held ég. Ég nota mest Snapchat. Fyrst sem ég geri því að vakna á morgnana er að klæða mig. Það besta við að taka þátt í tónlistarkvistinu er bara að læra að koma fram og svona. Til að drepa tíma er ég yfirleitt bara í einhverjum leikjum í iPadnum mínum. Lag númer 15, Halleluja, Arney Dagmar. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew Hallelujah.
Jæja, þá eru öll lögin komin og við viljum bara þakka þessu frábæri keppendum til að halda þessa stórkostlegu keppni fyrir okkur. Þú viljum ekki fengið eitt enn klapp fyrir þau. Og núna viljum við biðja dómarinn að fara afsíðis, fara hérna bara til vinstri og niður og ræða málin. Og á meðan þau gera það, eigum við ekki bara að fá skemmtikraft kvöldsins upp á svið? Jú, það ekki bara? Má ég? Já. Ok, yes, ok. Bjóða velkomin á svið Magna Ásgeirs! Geggjað. Komið sæl. Það geðveikur effekt á röddinni. Þetta flott Benni, takk. Ég með svona mann með mér sem stingur í samband. Og hann snúra virki. Annars setur reikinn. Sko, takk fyrir mig. Ég semst með athyglisbrest og þau hringdi mig í gær og sagði, "Þú koma að gera eitthvað." Það þýðir ekkert að segja það við mig, því að ég verð að vita hvað ég á að gera. Þannig ég skrifaði niður alls konar dót, svo vil ég spila eitthvað að þessu. Takk. Er ekki hressana að segja? Woohoo! Geggjað. Ég ætla að byrja á litla lagi eftir mig, bara til að ég hætti að vera stressaður, því að ég segi ykkur eftir hvað ég er búinn að tapa mörgum svona keppnum. Mér finnst óþægilegt að vera upp á sviði í svona keppni. Þetta lag heitir Heim og það fjallar staðinn ykkar. Eða staðinn minn, þið veitir hvað ég meina. Þessi fjörður hann fóstraði mig og fékk mér kennt að meta sig. Heiðursvörðin fjöll allt stand og tröll. Ég er kominn heim. Margra ættliða ævispor hann liggja og vitna þor. Forfeðranna slóð vitum saman ljóð. Ég er kominn heim. Lofa aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hurðin heima og hjartað slær með þér. Í æsku minnar minningabók, myndirnar nær allar hér tók. Það gefa innri frið og geta lifnað við. Ég er kominn heim. Lofa aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hurðin heima og hjartað slær með þér. Þungan taktinn, tíminn víst slær og tárin sem hér runnu í gær eru orðin skýr aftur á enn á ný. Núna kér. Lofa aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft hurðin heima og hjartað slær með þér. Takk! Þetta var ógeðslega flott! Þetta var alveg óvart, ég var bara að stappa með sko. Þetta var miklu flottar að þeir byrjuðu að klappa með.
Já, sumsi ég er búinn að fá flashback núna 5 sinnum síðan ég kom hingað inn. Ég hef sofið hérna upp á þessum pöllum held ég. Af því að ég nefnilega var í hérna Alþýðuskólanum á Eiðum. Þetta er vinaskóli, Eiðaskóla. Sem sagt Laugar. Vinaskóli, kannski svona vítt hugtak. En Eiðar er ekki lengur til. En einhvern tíma komum við hingað í skólaheimsókn. Lentum í slagsmálum. Og hérna sváum hérna á bekkjónum. Þetta var sem sagt gistingin okkar og það var svo mikið ásta milli skólana að klukkan 7 morguninn þá þurfti náttúrulega einhverju að fara að æfa sig í körfubolta bara til að vekja okkur. Það var fallegt. En hérna, þið sáu hérna áðan fallega myndamenn með hár. Ég sem sagt vann Barkan á Eiðum sem er sem sagt sama þetta á lagi sem að ég er svona bara að spila fyrir ykkur því að ég hef ekki spilað það svo lengi. Ég ætla ekki að syngja íslenska textan. Því í gamla daga þurfti maður alltaf að syngja á íslensku í Söngheim framhaldsskólana. Og það var mörgum góðum lögum slátraði þeirri keppni með að þýða þau frá íslensku. Rosalega vond hugmynd. 24 ár og ég er rosa hress og rosa gaman og bara, þú veist, það voru öll lög bara beinþýdd. Rosalega vond og ég held að megi ekkert í dag. Nú er komið internet, þannig að ég held að höfundar laganna myndu bara, nei, látt þetta vera. En við sem sagt sátum að McDonald's í skeifunni og þýddum Wonderwall yfir á íslensku og textinn er hræðilegur. Þannig að ég ætla bara að syngja orginalinn ef ég má. Þetta er sem sagt lagið sem að ég vann einu söngkeppnina sem ég hef unnið fyrir 100 árum síðan. Og mér langar eiginlega að nota tækifærið og þakka keppendum kvöldsins fyrir að sýna mér hvað hérna sönghæfileikum hefur farið fram síðan ég var í menntaskóla og grunnskóla því að ég gat unnið á Wonderwall. Today is gonna be the day. Þú veist, það er basically talað. Ég samt vann. Ég get ímyndað ykkur hinn lögin. Ok. En það var eitt twist. Þannig ég ætla að hvað ég get það. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today is gonna be the day, but they'll never throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Þetta heitir Dynamix, sko, maður drepur niður lagið og það er allir svona, wow, hvað er að fara að gerast? And after all, you're my Wonderwall. I said maybe
wanna be the one that saves me. And after you're my wonderwall. Sjáðu þið hvað þetta er sniðugt, maður syngur bara eitthvað lag sem er skýtlegt, svo tekur maður eina nótu í lokin. Eina. Þetta var flott, hann vann. Þannig að þetta virkaði. Þetta er svona Eurovision-trikkið. Stefán er að fara að gera þetta í næstu viku. Stefán Jag, er semst að fara að keppa í keppni sem ég hef tapað í 6 sinnum. 6 sinnum, krakkar. Og hann er rockari. Samt svolítið krútlegt. Steppi hringdi mig í hádeginu í dag og sagði, halló, hvað er að gera? Ég er á fótboltamóti. Já, þú eru konaði sér heima? Já, okkur. Ég þarf að fá að vita hvernig hann býtir svona mjólkugraut í ofninum. Ég er ekki að grína. Steppi hringdi mig til að vita hvernig maður býtir mjólkugraut. Þannig að Rokki er ekki meira en það, Stefán. Sem að segja öllum þetta. Það var alltaf, hann er svo sætur og kjósa hann. Og þá vinnur hann að því að hann býtir mjólkugraut. Hvað er íslenskan en það, krakkar? Já, ok. Nú er ég komin út úr efnið. Ef við ekki láta ykkur syngja eitthvað. Hvað er að láta ykkur syngja? Þú veist, eitthvað hérna. Ég er á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða of sein. Hvernig er þetta? Ég er bara svona að tjekka hvar þið eruð, skilur, þú veist. Svo hérna. Hann er einn af þessu stóru, sem er menntaskóla fóri. Og styrir það hann valinn kunnir andans menn. Það getur verið Múkisson. Ég sá hann endur fyrir löngu, í miðri Keflavíkurgöngu. Það þótti helst í róttækur og þykir en já, hann, engin venjulegur maður. Og hann, í næsta nágrenni við mig, þetta er svo próf. Og hann, alveg opbóðslega frægur, hann tók í höndin á mér, heilsaði mér, hann sagði Guðsjálf, þú varst ekki með í keppninni. Hvað var ekki? Ég fór gjörsamlegin út, jók. Hann sagði ég held ég myndi fríka út. Geggjað. Af hverju kunnið þið þetta lag til dæmis? Ég hef búin að velta þessu fyrir mig, sko. Ef maður spilar á menntaskólaböllum, maður getur spilað bara 50 stuðmannalög. Eins og við eldra fólki þekkjum það, þetta dansla við þau. Og þetta fólk kann textana við þau öll sömul. Af hverju? Hvað lærðu þið stuðmannalögin, krakkar? Finnst ykkur þetta ekki skrítið það? Eins og hérna. Því stundum verður mönnum á styrka. Magna. Þegar lífið allt í einu sýnist. Gott er að geta talað við einhver sem að skilur þig. Traustu vinur getur gert. Nákvæmlega, þetta kunniði líka, stórundarlegt. Ég fór á Spotify og tjekka á hvort ég væri eitthvað vinsæll. Kom í ljós að ég er það ekki. En hérna, svolítið vandræðilegt að 2 vinsælustu lögin með mér á Spotify eru ekki eftir mig. Og eru ekki einu svona með hljómsveitir mig. Ég ætla ekki að spila lagi sem er öðru sæti því að það er fullbarnalegt. Það er sko, ég er búinn að gefa út, 12 plötur og svona 100 eitthvað lög. Þetta er næst vinsælasta lagið. Hlusti góði vinir, nú skal segja. Nett vandræðilegt. Og við erum ekkert að tala um að muni 3 spilunum. Þetta er bara, og svo kemur næsta lag, sko. Ég skil alveg fyrsta sætið, en sem sagt, ég hafði búið að semja þetta lag nokkuð sinnum. Syngi þetta með mér eins og nýja. Þú veist, það meðins að spila þetta á smá falskan gítar. Þetta er svona þjóðtíðlag. Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum örlítinn vonan neista fyrir hvort annað. Í ljósu mánaskinni veljum mér stund og segi ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig. Ég væri mikið lífið er yndislegt
eins og hérna. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég... Gott, ég myndir ekki hvað kom næst. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég ruggaði mér í lendunum og sneri. Ekkert, hefur engin annar hugsað þetta þegar hann heyrir þetta lag, eða? Í alvörunni. Klappaði saman lófu. Ok, fyrirgefið þig. Ég ætla að prófa eitt fjöldasengu viðbót. Aðeins öðruvísi. Close enough. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've got it, I've thrown it all away. My boss, my mama. Cry, but if I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. On my side, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born. Carry on, as if nothing really matters. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Og ég meðal á heilanum. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ást og ég. Hjúk, ég þurfti bara að komast í gegnum þetta eins og sko. Hjúk. Að reyna þetta líka? Já. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Svo verður þetta miklu erfiðara þarna, sko. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway the wind blows. Sko, þessi dómnefnd löngu búin að ákveða, þessi Stebbi bara að láta mig syngja. Hann svo leiðilegur, þetta krakki. Ég ætla að syngja fyrir ykkur. Klósna. Það ennþá svolítið falskt. Bíði. Ég ætla að hringja í vin. Nei, ég ætla ekki að hringja í vin. Ég bara með tjúner í símanum mér. Sem miklu tímafrekar heldur að vera bara með tjúner, sko. Svo gerum við svona. Hlusti. Þið heyrið ekki hljóðið, veitu? Næ, ok. Það kemur svona píp þegar maður réttur, sko. Svo þið leiðið að þið heyrið það ekki, það. Þið lukar svolítið aðrið. Ska, fínt. Var þetta ekki fínt? Benni, ekki vera svona reiður. Flatt.
Sko, ég sem sagt í poppljónsveit, en ég fattaði þess að ég var ákvað að spila eitt lag með hljómsveitinni minni á móti sól, að það miklu eldra heldur en allir sem verið í þessum skóla, sem þýðir ég orðinn gamall. En ég ætla samt að spila, kannski þekki ég það, kannski ekki. Svolítið skrítið, svolítið þræð, samt ekki mikið, ekki pæl, þó ekki alveg einhver fær, samt ekki mikið góðan nær. En ein nóttin, engin hér, ég situr einn með sjálfum mér. Finnst allt sem tómlegt, líður hægt, finn ekkert fyrr en hefur lært. Það hjálpar helling hvað þú ert sæl. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Mig langar bara að vera einn með þér. Og enda blás á móti stendur hér. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Svo þið fríkar, svo þið svar, kannski ekkert skrítið þá þið har. Sátt að finna svona mikið fyrir allt. Það hjálpar ekkert hvað þú ert sæl. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Mig langar bara að vera einn með þér. Helgi myndi að drepa að blikka einhverju ljósum með vilja þér, sko. Þó vind að blása á móti stendur hér. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Ekki of mikið, sko, að ég illt í augun. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Come on, drengur. Alltaf þarft að fara beint í þetta. Sko, byrju ég ætla að fara, byrju, gera þetta aftur, svo. Redda mig bara, byrju. Mér langar bara, er þetta ekki að virka? Er þetta ekki svolítið töff? Ég nenni að beina einhverjum símum á mig eða eitthvað. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Mér langar bara að vera einn með þér. Og vind að blása á móti stendur hér. Ég miklu meiri spenntur fyrir þér. Alltaf þarf það að eyðileggja allt, Helgi. Það var ógeðslega flott. Mér leiði eins og Ed Sheeran, eða svona hávöxnum Ed Sheeran. Og þú veist, nei, hann rauðhærður, það verður en að vera sköllóttur. Nei, þú veist. Ok, þetta var þetta grín, það ekkert verður en að vera sköllóttur. Hann á líka miklu fleiri lög en ég. Ég kveikt á Spotify, sko, veitu, svolítið vandræðilegt. Ég verð að fara fram með nýjan síma, hvað þetta gengur í. Ok, hvað var ég að gera? Já. Þetta, krakkar mínir, þýðir sko að ef þið eru með athyglisbrest, þá getið þið samt verið tónlistamenn. Það hjálpar eiginlega bara til. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lítið lagi viðbót, sem óskalag fyrir Helga, ljósamann og Benna. Þeir vildu fá eitthvað rockstar, sem í sjónvarpsþætti sem ég var í árið þið fæddust, sem ég tapaði líka. En ég er geðveikt heppinn í ástum. Þannig að þetta er alltaf ræði. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.
Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out the door. She's whatever makes you happy, whatever you want. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir þennan frábæra flutning, Magni, og enn og aftur takk fyrir að hlaupa í skarðið. En við Kristín erum hér mætt í grænaherbergið og þetta er búið að vera alveg klikkað kvöld. Alveg rosalegt. Spennan í loftinu er alveg gríðarleg. Er það ekki? Hvað segir ég? Við að kíkja í smá viðtöl? Ég held að það sé brilljant hugmynd. Er það ekki? Má ég byrja? Þú mátt byrja. Herri, ég ætla að fara hérna við framhaldsskóla borðið. Það er svona, ég fékk nú. Júlíus, hvað segir þú gott í kvöld? Ég segi bara að það er eitthvað fínt, sko. Þetta er rosalegt. Þetta er geggjað. Já, þú ert nú búinn að vera hérna lengi í skólanum og er þetta ekki bara besta tónlist þú nokkuð að séð á þér? Jú, alveg. Ég í alvörinni myndi segja að þetta er örugglega flottasta tónlistlíf sem ég hingað til. Guðrún og Ragnar að standa sig rosalega vel. Já, þau hafa gert það svo sannarlega. Já, gefið þeim ennþá betra klapp, koma svo. En svo verðum ég að pæla, þú ert forseti nemendafélags framhaldsskólans Laugum og að keppa í tónlistinni. Er það eitthvað, hefur þetta verið eitthvað stress eða vesen fyrir þig? Nei og já, eða þú veist, nei, ekki eitthvað þannig séð, sko. Framkvæmdastjórnin er alveg með þetta allt á hreinu og þau eru búin að standa sér rosalega vel og við stjórnin erum náttúrulega að hjálpa til líka, sko, en þetta er búið að vera mjög gott balans á milli. Þannig að ekkert eitthvað búið að drefa mig, mér finnst það bara mjög þægilegt.
Það er gott að það sé allavega ekkert að drepa þig. Okkur líkar ágætlega vel við þig. Viljum hafa þig allavega þessi 4 ár sem þú átt eftir. En svo hinum megin við þig er Jóhanna Lilja. Hvað heldur þú að Júlla finnst kvöld í kvöld? Ég er að grínast þér. Hvað finnst þér? Þetta búið að vera geggjað. Bara geggjað? Bara geggjað. Æðislegt. Frábært. Já, áttu eitthvað fleiri lýsingarorð handa mér? Nei. Nei, ég er ekki lýsingarorð. Þú kannski spyrir kennarana en ég mæti eftir skólan. En fyrst að ég spurði nú Stebba áðan, þá ég verði að spyrja þig, með hverjum heldur þú í söngvakeppni söngvakeppni sjónvarpsins heitir þetta, já, það er rétt? Ég held með Stebba Jak. Já, þú veist að hann er farinn, sko, þú getur ekkert unnið þér inn fleiri stig til þess að sigra með þessu, sko. En svo akkur svona margir miðar, 6, það er ég, 7. Hvar er númer 2? Hvað? Lúli minn, það er ég. Já, fyrirgeðu Kristína. Já, Jóhanna. Skulum bara halda þess áfram hérna. Appelsín eða mix? Appelsín. Já, ég er alveg sammála þetta og það var bara eitt rétt svar í búði. En ég held að sé bara komið að heyri Kristjánu og sjá hvað grunnskólakrökkunum finnst. Já, veistu, persónulega er ég frekar mix en alltaf læg. Bara, ja, takk. Appreciate you. Ég er með Ester og Kristján. Ég vil byrja því bara, Ester, hvernig finnst þér bara að ganga í kvöld? Mér finnst bara búið að vera að ganga mjög vel. Já. Það er gott. En þér, Kristján? Mér finnst þetta búið að ganga, Jesús Kristján maður. Mér finnst þetta búið að ganga ótrúlega vel, svona með æfingar og svona. Já, það er gott. En Kristján, mér langar svolítið að spyrja þig. Þú ert með svolítið skemmtilega sögu varðandi af hverju þú ert að taka þátt. Já, það er sem sagt þannig að ég er að taka þátt af því að í fyrst skipti ég heyri meistarakeppni í 7. bekk þá sagði ég við vini mína, ég ætla að taka þátt í þessu í 10. bekk. Þeir eru allir nei, þeir eru allir búið að gleyma þessu en ég stóð við það. Þannig að, já. Já, það er gott að standa við það. En ein svona skemmtileg spurning. Ef þið fengið að velja einn stað í heiminum til þess að vera forseti, hvaða stað myndið þið velja? Ég veit það ekki, ég þekki ekki mörg lönd, sko. Þú mátt segja bara, þú veist, Ameríka. Já, bara allt í lagi, já. Þú þarft þess ekki, ég var bara að bjóða þér nefn almöguleika. Já, Ameríka, segi það. Þetta var bara því ég sagði það, var það ekki? Já, ok. En þú, Kristján? Þessi spurningu næstu erfiðar en keppnin. Ég veit ekki, má ekki bara ráður í heiminum, það ekki? Wow. Ef við ekki bara senda þetta aftur yfir til Lúlla? Já, það er rosalega gott að taka skjáinn af svona rosalega metnaðarfullum einstaklingum. En hér er ég nú komið með framkvæmdastjóra tónlistarkennarar og á myndavélinni er aðstofaframkvæmdastjóri. Raggi, ertu ekki til að leggja hana frá þér og leyfa einhverjum öðrum að taka þetta? Ég geti spjallað aðeins við þig. En fyrir ykkur sem ekki þekki þau, þá er þetta Guðrún og Ragnar, eins og ég sagði, framkvæmdastjóri og aðstofaframkvæmdastjóri. Hvernig finnst ykkur keppnin hafa gengið í kvöld? Bara ótrúlega vel. Bara mjög vel. Bara mjög vel, því er svona orðmikil, mállýsk. En nú hafið þið nú bæði tekið þátt í undirbúningi tónlistarna áður. Eru þið stolt af þessari stórmögnuðu keppni sem þið bjugguð til? Já, ég held ég hafi sjaldan verið stoltari, sko. Ég er bara orðlaus, sko. Mér finnst þetta magnað. Já, ég heyr alveg að þú ert orðlaus. Það er ekki mikið sem veltur upp á þér svona, alla jafna. En þú segist nú aldrei hafa verið stoltari. Já. 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 Ég held að það sé bara alveg rétt hjá þér. Þetta er ábyggilega besta keppni sem nokkuð tímann hefur verið haldin. En ég er að pæla, þetta var nú bara stutt spjall og ég er að pæla hvort þið ekki bara senda boltan yfir til Kristjánu og fá að heyra 3 efstu sætin úr grunnskólakeppni Tónlistarkennarar 2020.
Jæja, þá er komið að stóru stundinni. Ég vil byrja að fá dómara til að koma hérna fyrir mig með umslag fyrir topp 3 sætin í grunnskólalið keppnarinnar. Þetta er hún Jenny Lára sýnast mér. Dálítið langt labb. Takk fyrir það. Hvernig fannst þér keppnin ganga? Mér fannst hún bara ganga rosalega vel og bara gaman að sjá hvað er mikill metnaður fyrir þessu. Það er bara geggjað. Það er gott að heyra. Heyri, þú mátt þá bara tilla þér aftur og við skulum fara yfir niðurstöðurnar. Jæja. 3. sæti og grunnskólalið tónkvíslarinnar 2020 Eru þið tilbúin? Þriðja sætið er Esther Eva Mewata! Jæja. Þá er komið að öðru sæti. Í öðru sæti í grunnskólakeppni tónkvíslarinnar 2020 Spennan er gríðarleg. Ég held ég sé ekki tilbúin. Fyrir annað sæti, það er Hafdís með Drowning Shadows. Þá er stundin runnin upp. Fyrir fyrsta sæti í grunnskólalið tónkvíslarinnar 2020. Eru þið tilbúin? Herri, býttu. Lúlli, vilt þú kannski koma og lesa fyrsta sætið? Þú mátt það. Komdu. Oh my god. Já, komdu hérna. Oh my god. Takk fyrir, Kristján. Hérna er mikilvæga blaðið. Ertu tilbúin að sjá þetta? Halda aftur svo þau sjáum, sko. Já, það meina þannig. Já. Heldur þetta sé fyrsta sæti? Það stendur alltaf fyrsta sæti. Það hlýtur að vera. Heldur ég muni þetta, það er ekki kjöpt. Já. Er þið jafn spennt fyrir þessu ég, eða? Nú vitum við það en ekki þið. Það er mjög góð tilfinning. Bú. Já. Spennan er rosaleg.
fer allt að koma. Og guðarlega bænum, ekki láta þau bíða svona lengi. Og í fyrsta sæti, grunnskólakeppni Tónkvíslarinnar 2020 er Dagbjört Nótt með lagið Sound of Silence. Jæja, hvernig líður þér? Ég er miklu spennu falli. Ekkert mál. Heyrðu, ertu til í að taka sigurlagið aftur fyrir okkur? Ég get sungið, já. Heyrðu, þú bara græði þig, stelpurnar koma og taka gjafir frá þér í smá stund og þú græða þig. Þá skulum við fá að heyra sigurlag í grunnskólalið Tónkvíslarinnar 2020 Dagbjört Nótt með lagið Sound of Silence. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared
Það er bara Chris upp á sviði. Vá, bara, vá. Þetta var svo sannlega verðskuldaði sigur. En áður en við fáum úrslitin úr framhaldsskóla lið, keppnarinnar, langar mig að fá Guðrúnu og Ragnar, framkvæmdastjórar tónkvíslarinnar 2020, upp á sviði til að segja nokkur orð fyrir hönd framkvæmdastjórnar. Bara kannski gefa þeim gott klapp. Kæru gestir, gleðilega hátíð. Mér langar að biðja framkvæmdastjórnina að koma hérna upp á sviði til mín. Alla saman, þannig að endilega klappa fyrir þeim. Það er ekki sjálfsagður hlutur að halda svona viðburð í að fámennum skóla á okkar. Svo það er algjörlega stórbrotið að við séum hér í kvöld að halda tónkvíslina í 15. skipti. Ég þakka öllum sem hafa hjálpað til við að gera tónkvíslina að veruleika. Ég ætla ekki að telja alla upp því þá yrðum við hér í alla nótt. Við erum ofboðslega þakklátt fyrir alla þá aðstoð sem við höfum fengið. Við þökkum ykkur áhorfendum fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Við skulum klappa fyrir okkur öllum. Framkvæmdastjórn tónkvíslarinnar 2020 þakkar fyrir sig og óskar öllum góðra skemmtunar sem eftir í kvöldsins. Takk fyrir. Ég ætla að biðja ykkur að klappa líka sérstaklega fyrir framkvæmdastjóranum henni Guðrúnu því hún er búin að leiða þennan hóp af einstakri snilld og yfirvegun. Jæja, þá er komið að því að fá niðurstöður úr framhaldsskólalið keppnarinnar. En þar sem að ég og Lúlli erum keppendur líka, þá þurfum við að fá okkur sæti og taka okkur eyrunum svo við heyrum ekki neitt. Þannig að, yfir til þín, Krissi. Yes, takk. Þú veist. Herri, já. Vill dómari kannski koma með umslagið sem að felur niðurstöðurnar og í framhaldsskólalið keppnarinnar? Svona almennt, hvernig finnst þér búið að vera að ganga? Þetta er búið að ganga stórkostlega, má ég bara aðeins ræna þessu. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt, krefjandi. Það er krefjandi að dæma 2 skóla, það er svolítið, getur verið ruglingslegt, en dómnefndin er stórkostleg og samstillt. Þegar maður gefa restina af dómnefndinu og mér sjálfum frámarklega. Og ykkur keppendum að sjálfsögðu líka, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Það eru allir eiga það sameiginlegt að eiga frábæra möguleika á því að þróast enn frekar og verða betri. Mér langaði til að velja svona, kvót kvöldsins þegar keppendur eru spurðir að því hvað er það besta við mig.
Og kvót kvöldsins Kristján með Ég sjálfur. Og að vilja vera forseti heimsins ekkert slæmt heldur. Og öðru lagi þá langar mig bara að tala þennan frábæra skóla. Ég var í smástund, svo eignaðist ég kærustu á Akureyri og hélt að mig langaði þessast ógeðslega þangað. Og ég hætti með henni í viku eða eitthvað og saknaði Laugaskóla alltaf og hélt vinskap við fólkið mitt í skólanum alla götur síðan og hef komið hingað reglulega og mun halda því áfram og ég fær reglulega, ég nefnilega orðinn það gamall ég á vini sem eiga börn sem að fara í framhaldsskóla og ég fæ stundum svona símtölulega tölvupósta, myndirðu senda barnið þitt í Laugaskóla og svarið alltaf hiklaust, já. Af því að allan þess að ég upplýði skólanum sýnist hann vera svoleiðis ennþá að hér er pláss fyrir alla og það er pláss fyrir alla til að njóta sín. Áfram Laugaskóli, gjörðu svo vel, hér eru umslögin og takk fyrir mig. Jæja. Í 3. sæti í hópi framhaldsskólanema í tónlistinni 2020 Lúðvík Ragnar með Hot Blood! Jæja, ákoma öðru sæti. Í öðru sæti í hópi framhaldsskólanema á tónlistinni 2020 myndi vera Nei, guys. Kristján og Freydís með Cowboy Casanova! Jæja. Þá bara komið að fyrsta sætinu. Fyrsta sætinu. Come on! Jæja. Í fyrsta sæti í framhaldsskólalið tónlistarnennar 2020 Yeah, baby. Julius með You Make Me Feel So Young!
Hvernig líður þér akkur núna? Mjög vel. Ertu hissað yfir þessu? Já, alveg, já. Ég byrjaði að syngja í seinustu viku, sko. Þannig að, já. Já, það er eitt. Ég er líka svolítið sár yfir þessu, en carry on. Og hvað segir, ertu ekki alveg mega pepp og þið öll í sal að Júlíus taki lagið fyrir okkur aftur eftir smá, ha? Áður en að Júlíus tekur lagið sitt aftur, þá viljum við byrja því að þakka ykkur öllum hérna fyrir komuna og allan stuðninginn sem þið hefur sýnt okkur yfir þessa hátíð okkar. Og sérstaklega viljum við þakka Jarðböðunum og Sparisjóðasviði Þingeyinga, en þau eru fyrirtækin sem eru okkar aðalstyrktaraðilar. Síðan má alls ekki gleyma framhaldsskólanum á Laugum, Jós, Exton, N4, Þingeyjasveit, Norðurþingi, Vopnafjarðarhrepp, Kvenfélagi Aðaldæla, Eimskip Húsæk og Kukl, en þau veittu okkur einnig mikinn stuðning. Svo viljum við þakka öllum þeim nemendum og starfsmönnum framhaldsskólans á Laugum sem lögðu sitt á mörkunum til að gera þetta kvöld sem allra best. Framkvæmdastjórn, hljómsveit, tæknihópur, smíðahópur, hár- og förðunarhópur, utanumhaldshópur, fagaðilarnir sem komu og lögðu hönd á plóg og öll þið hinn. Takk, takk og aftur takk. En hérna, ef við ekki bara enda á því að fá að sjá Júlíu koma fram aftur, eða? Jú, það er sem heldur betur á. Júlíus, Örn og að ég veit þú hatar það, Ingmar, gjörðu svo vel! You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flown. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel
so young. Oh,